þriðjudögum, þá situr hann hér beint á móti mér. Stuðboltinn, kyntáknið, trúðurinn, Sverrir Þór Sverrisson. Verður velkomin, Sveppi. Hvernig ertu í dag? Hvernig er það lúmandi góðum? Þú ert bæði með iPad-ur fram að þig og tölvu. Já, það er must. Það er bara öll Apple fjölskyldnar. Hvað ert að reyna að fá eitthvað spónsaði hérna? Nei, heyrðu, ég var að þengja Apple TV heima maður. Ég elska Apple. Já, þú ert mikill Apple maður. Já, minnst það var þægilegt. Ég var svona PC-gæði, sko. Já. Þorði ekki yfir í Apple-ið. Nei. Svo fór ég yfir. Steve Jobs maður. Já, ég hræðist breytingar. Já. Og mun halda mig bara í PC-inu. Já, það er... En það ekki? Það er ekki fínt bara. Er þetta allt annar heimur eða? Breakthrough. Nú, það er bara... Nei, þetta er ógeðslega gaman. Já, ég er nú bara eitthvað... Ég er þetta að koma með iPhone. Já, það er mjög gott, sko, mjög gott. Ég er nú bara hérna á netinu, sko, í tölvunni. Já. Svo er ég Candy Crush hérna í iPadinu með stóðum öðru hverju. Þú og Sverrir Bergman, þið er það sammeilegt að þið eru illa háður þessum leik. Ásamt held ég bara flestum íslendingum. Já, veistu það, mér finnst það róandi. Allir á kafís. Nei, já, mér finnst þetta róandi. Hvaða borður ertu komin á, svona fyrir... 100. Já, Sverrir er búinn með leikinn. Já, hann er líka fáiði. Já, hann var að fá einhver auka 15 borð send. Bara eins og að sé svona einhver auka skamtu fyrir þá sem eru bara svona vesthaldnir. Já, ég nefnilega er ekki mjög illa haldinn að þessu. Ég veit marga sem eru verð haldnir en ég. Já, þú varst illa haldinn að Angry Bird. Ertu búinn að losa þig við þá fíkn eða? Næ, ég kom... Er þetta nýja eiturlyfið þitt? Já, mér bara, þetta er svo róandi. Já, þið fannst Angry Birds það líka? Já, ég hætti aldrei í Angry Birds, sko. Nei, ok. Ég er alveg vitlaus í það. Já. Mér finnst það ógeðslega gaman. En við erum með frábæra... Hvað er svona uppáhaldið þitt? Er þú ekkert í svona? Ég er ekkert í þessu. Út í einhver svona tölvuleiki maður? Nei, ég er reyndar, ég var að spája að prófa Candy Crush daginn, svo ekki bara með mér ákvöru. Því að ég á pottið eftir að festast í honum og okkur að reyða svona miklum tími í þetta. Ég hef nóg annað tíma mun að gera. En við Sveppi erum með frábæra þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Háttu kjafti hvað þetta er góð þáttur? Já, bara skitt í þig hvað þetta verður skemmtilegt. Þetta verður bara rugg, sko. Það þegiðu maður. Það er að safnaðu enni hvað þetta er mikið snilt. Ég er að því, ég er að safna enni. Við ætlum að vera með Sturlastaðar undir sínum stað. Talaði við símtal sem er alltaf hjá okkur á þriðjutum. Já, við reynum svona að hafa það. Já, það er svona nokkuð fastur liður. Svo ætlum við að hringja í einhverjar blokkir. Já, það er dagskráliðurinn Hringdi blokk. Hringdi blokk, já, hét einu sinni Paranoia nágranninn. En við erum svona eiginlega búin að breyta því að við erum ekkert lengur alltaf paranoiðir í símtal. Nei, þetta er bara bútið vesen. Já, bara bull í einhverju stegagang. Og svo ætlum við líka að gera hérna smá könnurrétt og eftir hvort að þekktir Íslendingar tali dónalega. Já, þegar þeir eru að vasast. Já, stunda kynlíf. Já. Því að í Sturlunum staðrindum í gerð þá kom það fram að konur tala ofta dónalega í rúminu heldur en karlmenn. Og það er vist bara Sturlu staðrind. Já. Þannig að við ætlum að hringja bæði í 2 konur sem eru þekktar í þjóðfélaginu hér á eftir og 2 karlmenn. Svona aðeins að. Þetta er líka, er þetta ekki óþægilegsta spurning sem þú getur fengið? Jó, þetta er svona eina þeim. Það er náttúrulega, maður er ekkert að flagga því hvað gerist inn í svefnherbyggi, sko. Nei, við skulum fara betur í þetta allt saman á eftir. Já. En við lofum hér góðum þætti og það er smá kveðja. Já. Það er góðu vinnu þáttarins Aron, hann er staddur á sjúkrahúsi núna, nýkominn úr aðgerð, kjúlinn okkar. Aron Pálmarsson. Hann er að hlusta. Við lofum honum góðum þætti því að hann liggur í rúminu og hefur ekkert betra að gera. Já, Aron Fuckface. Þessi þáttur er tilengað þér. FM 95 Blöð og FM 957, það er Sverrir Þór Sverrisson og Auðun Blöndal sem sitja með ykkur hér við mikrofóninn á þessum yndislega þriðjudegi. Háa vindur og rok úti en við látum það nú ekki fara í töðnar á okkur. Nei, ég nenni ekki að væla yfir þessu hverjum einasta þætti, ég er búin að grenja yfir svona síðustu 3 þætti. Já, þú grenjar alltaf yfir veðrinu, en veistu það, þetta er nú bara gott. Nú, þetta er gott fyrir gróðurinn. Gott fyrir gróðurinn, sko. Þú ert með garð. Ég með garð. Gott fyrir hann. Veistu hvað þú ert að gera? Það fyrir rækt eitthvað út í garði þér. Já, ég er að því. Já, ég er búin að kaupa svona blóm bara. Blóm? Já, mamma er bara svona sumablóm. Þú átt að hendi í myndu eða eitthvað, sko. Rækta myndur í garðinu fyrir mér? Nei, ekki myndur, myndu. Svona þess að hendur í mojitóin. Þú heima á sloppnum, Sverrir Bergman að steikja egg og bacon. Þú röltir út í garð, klippir nokkla myndur og skellir þeim í mojitóin. Já, bara svona, byrja egg og bacon bara og mojito. Breakfast of Champions. Já, ég heyri það. Bara svoleiðis, ég fæ mér alltaf mojito. Og enda eftir alltaf eitthvað skapi. Er þú að rækta eitthvað í garðinu með þér eða? Já. Hvað er það að rækta? Sko, við keyptum eplatré. Í alveg? Já, ég hef aldrei eftir að sjá epla á því, ég get alveg lofað þér því. Pottþétt.
Við höfum reynda, eða frúin hefur reynda að rækta tómata síðan ég kynntist henni held ég. Aldrei hef ég séð tómat á mínu heimili nema sem keyptur í búð. Af hverju í ósköpunum ætti ég þá að fara að rækta eitthvað þegar það gengur ekki af ykkur? Já, en svo það með þetta græna sko, það er alveg svolítið sprettur upp maður. Myntan, rúkóla og salvía. Steinseljan. Ok, herri, ég ætla bara að fara... Þetta klippir maður út í salatið. Ég ætla að fara í slúður bara. Já, kæru hlustendur, Blöndal tilbúið með slúður pakka dagsins. Ég veit að það eru margir orðnir þyrstir í gott slúður. Og eins og þið vitið hvernig staðan á þriðjudögum. Ef ég heyri orðið Justin Bieber eða Lindsay Lohan nefnt, þá kýli ég mig í smettið. Alveg veit, ég er búin að glemma þeirri reglu. Anskot, ég átti að finna eitthvað. Hérna, Al Pacino, ég er með skemmtilegt slúður á honum. Hann var að opna sig í einhverju viðtali og sagði meðal annars að hann afþakkaði að leika Han Solo í Star Wars. Já. Hún var búið það á sínum tíma. En hann segir hér að hann neitaði hlutverkinu þar sem hann skildi ekki handriti. Hann sagði að honum hefði fundist handritið allt og flókið og allt og mikið bull. Þannig að hann hélt að þetta myndi aldrei verða einhverju. Nei, mitt. En það var svo að sjálfsögðu hann Harrison Ford sem að lék Han Solo, en hann kom nú ekkert strax til greina eftir Al Pacino. Það voru fleiri sem að neituðu þessu hlutverki. James Caan neitaði því, Kurt Russell neitaði því og Christopher Walken neitaði líka. Ertu að meina þetta? Þetta voru allt menn sem að áttu að leika Han Solo og á þessum tíma ennáttúrulega sko hann vinnur okkar Harrison Ford ekkert orðin þekkt kvikmyndastjarna. Nei, hann er búinn að leika í American Graffiti eða eitthvað. Eiginlega bara engu þarna sko. Hann er ekkert búinn að meika það. Hann meikar það í þessari mynd. Já, vá maður. Sem betur fer fyrir, Harrison Ford að þá neituðu þessi snillingar allir hlutverkinu. Já, bara sem betur fer fyrir Ford fjölskylduna bara eins og hún leggur sig. Já, bara allir kringum hann og svona. Já, hárið eftir þér. Þau gerst rosalega mikið fyrir þau. Já, þetta bara hjálpa náttúrulega bara upp á fjárhag heimilisins. Já, herru, svo er það Lindsay Lohan. Ég er að grínast. Hvað er það? Já, nú er ég búinn að fá gat í kinnin á mér. Allt þér að kenna. Þú mátt svo teka það, þú stendur við þetta. Þú kýlir þig. Já, ég ger það. Ég var ekki með neitt að henni, ég lofa. Það er American Idol. Serían, nýjasta serían sem að, var að ljúka. Já. Það sem hann vann hún Candice Glover, alveg stórkostleg mann, en þessi sería fekk minnst áhorf sem að nokkur Idol-sería hefur fengið frá upphafi. Og ekki bara fekk hún minna áhorf heldur en allar hinnar Idol-seríunar, heldur gengur illa að fylla tónleikana. Það hefur alltaf, þau fara alltaf á svona túr. Já, 10 efstu og ferðast borgirnar og mikið húllum hæ. Núna er búið að cancela í fyrsta sinn 7 tónleikum því að það bara seldist ekki nógu vel á það. Já, ok. Þetta er ekki skrítið, sko. Er Idolið að missa flugið þannig í Bandaríkjunum? Já, finnst þér að skrítið? Já, sko, ég hef alltaf alveg gaman að þessu. Já, þú er gaman að þessu, en þú ert ekkert að fara að elda einhverju tónleika, bara einhverju krakka. Ég hef ekkert gert það í fyrstu seríunni heldur, sko. Nei, þetta er kannski svona pínu föss, svona fyrstu árin. En þú getur ekkert endalaust bara Idol. Það kemur að því að þau þurfa að sópa öllum Idol-stjörnum saman og láta þær keppa. Já, það væri enda mjög áhugavert. Það er náttúrulega komnar það marga núna, sko. Það eru komnar 11. Já, en sumar náttúrulega átna súpustjörnum, sko. Sumar Idol-stjörnunar. Já, það er erfitt að henda saman Rúben Studdart og ég held að Kelly Clarkson og Carrie Underwood, ég held að þær er ekkert að fara að taka átt í einhverja söngakeppni núna þegar þær eru orðnar, sko, multi-Grammy veluna hafa, sko. Nei, það er enda góða punktu, sko. Já, svo er ég með það er víða pottur brotin í þessum Idol-málum. Já, þetta er sann sorglegt að þetta skulle vera að missa flugin. En þetta er nú samt eitthvað sem framleiðendur hefur nú geta alveg... Já, þetta gengur ekki endalaust, sko. Svo er það Kim Kardashian, hún og Kanye West, það er komið í ljós að þau eru að eignast litla stelpu. Auðmikið hún maður. Það veri agalegt að vera það barn. Heldurðu? Nei, er þetta ekki ágætis fólk og ég meina fæðist með silfurskeiði í kjafti og heldur að sé hvað því að vera dóttir Kim Kardashian og Kanye West? Kanye West? Kanye? Hvað gerir hann þetta? Rappari, já. Mjög góður rappari og hann og Nóa selum. Þannig að, við... Það er ekki alls spurningum seðla. Nei, ég veit það, trúðu mér, ég veit það. Láttu okkur, við ólust nú ekkert upp með seðlana í raskatinu. Nei, það var svo langt í frá. Allavega, þá var þetta slúðupakki dagsins. Og hvað, gengur hún með stúlku?
Já. Hvernig er hún sett? Það veit ég ekki. Það stendur ekkert þetta. Nei, er hún með morgunógleði og eitthvað svona? Örugglega. Ég vil fréttir af meðgöngun. Ég vil ekkert bara fá að vita að þetta er stelpa. Ég vil bara fá að vita hvernig Kim líður. Já, ok. Svo var Justin Bieber, hann fór ólögulega og skemmtist. Fáum auglýsingar. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Hart í bak. Þrefaldur potturinn í Víkingadóinu stefnir í 500 milljónir. Víkingalotto. Alltaf á miðvikudögum. Tryggðu þér miða í forsölu á Shell bíladaga sem fara fram 14. til 17. júní á Akureyri. Miðarnir fást á næstu þjónustustöð Shell og á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Góða skemmtun, Shell. Nú aðeins 2 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson í Fanta fjöri. Ekki segja Fanta. Akkur? Nú hættir því. Nú? Ég segðu í partístuði. Í partístuði. Það erum við, kæru hlustendur og ég held að heyri það. Já. En hvað ætlum við áttur? Já, við ætlum að fara í hérna svona smá könnun núna. Já, það var nefnilega aldrei skemmtilegt í gær í þættinum. Já. Það var sturlu staðreynd sem að hljómaði þannig að konur tala dónalegra í kynlífi heldur en kallar. Já, sko, konur tala ofta dónalega í rúminu heldur en kallmenn. Já. Það var svona sturlaða staðreyndin. Já. Og ég fattaði þegar ég spurði Jón Gunnar sem var með mér í þættinum í gær. Ég spurði hann, Jón segi, tala þú dónalega í rúminu? Já. Og það kom einhver svona svipur og eitthvað svona moment að ég fann bara að þetta er einhver óþægilegsta spurning sem þú getur svarað held ég. Já, þú vilt ekki svara þessu. Nei, það er bara, og hvað þá að fara að ræða það, hvað þú sért að segja ef þú ert í því á annar borð. Já, svo er maður ekkert í því eitthvað. Ég til dæmis, nú er ég búinn að þekkja þig í 12 ársveipi. Já, nei, 13 ár er ég búinn að þekkja þig. Ég sé þig bara ekki fyrir mig að vera að tala dónalega í rúminu. Nei, og það eru mjög margir sem að sjá mig endilega bara ekkert fyrir sér í rúminu. Skilur þið? Það er bara fárálegt að... Ég sé sjálf um ekkert eitthvað fyrir mér heldur veist þetta. Ég meina, sérðu kalla á þakkinu fyrir að stunda kynlíf? Nei. Nei, það er sama með mig. Já, það er bara það. Þannig að við ætlum að ringja núna, við erum líka að spyrja stelpur að því að þær eru vist meiri í þessu. Við erum ekki að ringjum þetta, byrjum á Þórun Antoníu. Hún er nú... Já, einmitt, hún er... Góðu vinnu þáttarins og hefur átt verið hérna gestastjórnandi og svona. Já. Þú ætlum að tjekka hvort að hún sé að tala dónalega í rúminu. Hæ, hvað segir Þórun Antoníu? Þórun Antoníu bara hress. Er það ekki? Bara nýkomin heim frá Hrísey og... Nýkomin heim frá Hrísey og bara í kósí? Já, nei, ekki kósí, spennt. Ok, menn hann situr hérna við hliðina mér með Sveppi Krull og við ætlum að spyrja það einu Þórun. Talarðu dónalega í rúminu?
það fáið að tíma fyrir svona helviti út af sattingar? Þau eru bara svona að fara þessi við stöðuna, sko, gera svona smá símakönnun. Sko, það var hérna, samkvæmt Sturlunum staðreyndum, þá tala konur oftar dónalegri heldur en karlmenn í rúminu. Nú, hvernig tala dónaleg? Getur þið gefið mér eitthvað dæmi eða? Já, við ætlum einmitt að spyrja þig svona, hvað þú værir að hendi í ef þú værir í þessu. Já, meinar. Já. Ég get nú ekki gefið þær upplýsingar upp, það alveg hernaðar leyndamál. Já, ok, en þær eru leyndamál, þannig að það allavega eitthvað. Herði, ég minna, ég veit hann, ég segi ekki neitt, þið eru fáið Þóru, finnst þér eitthvað óþægilegt að ræða þetta? Alls ekki, sko, alls ekki. Ég held að þetta væri svo opið og þægilegt umræðefni. Ég er ekkert rosalega hrifin af því að fólk sé yfir höfuð dónalegt við mig, en hérna, ég fyrir alveg þetta kringur staðunum. En segja mér með ykkur, þegar þið eru nú svona saman í rúminu eins og gerist oft, veit ég, hérna, hvað orð notar þið og hvernig talaðu við på þannig? Það, sko, ef ég þyrfti, þá myndi maður vera að henda í svona spurningar. Herðu, já, ok. Skilurðu? Ég segi Það er alltaf þarna í bókina, sko. Ég segi ofti sveppa, bakkað á mig göldurinn. En hérna, við ætlum að ringja nokkru viðbót, við erum að kanna þetta. Hafðu það gott í dag. Já, sömuleiðis. Þegiðu þetta, þú vilt þetta. Þú vilt þetta? Þú vilt þetta. Bye bye. Herra, tjekkum á Önnarsöðu. Halló. Anna Svava. Já. Hæ, Dröti. Hæ, maður ekki hérna. Já, herðu, það er bara hérna eitt örstutt. Já. Talaru dónalega í rúminu? Mennur þeir að svo hjá? Já. Nei, bara bara svona þegar einu upp í rúm og segja bara eitthvað svona, fokkaður eitthvað. Nei, þegar þú ert að sofa hjá. Þú ert að sofa hjá? Já. Nei, ég gerði það ekki. En talar meira dónalega heldur en maðurinn? Já, alveg potið, sko. Já, ef það er eitthvað. Já, ef það er eitthvað þá myndi ég gera það, sko. Það eru meiri líkur að þú myndir hendi eitthvað svoleiðis heldur en hann. Herri, ok, nú verði ég hætta, sko. Já. Hvað myndir að vera að segja, Anna? Ég ætla að fá, ég vandur mér söppi, ég ætla að fá Anna, hvað myndir að segja? Myndi ég segja? Já. Ég ætla að fá, hvað sósa er góð með? Já. Bandaði söppi. Ok, bye. Já, sko, hún sagði nú samt og Anna Svava er náttúrulega með opnari, sko, stúlkur sem ég þekki. Já. Og bara opnari manneskjum. Já, hún er ófeimin. Já, lítið feimnismál í henni. Og hún sagði að það væri meiri líkur að hún myndi tala dónalega í rúminu heldur en maðurinn. Já, ég held að það sé reglan, sko. Bara ef þú ert í þeim aðstöðum að vera með konum í rúm, stund ekki lif, og þú myndir tala dónalega. Já. Það gæti orðið til þess að allt færi úrskeiðis. Nó. Æ, bara svona, byrju, hvað sagður? Ég sagði bara... Hvað sagði ég? Hætti að vera svona óþekka, eða verður óþekka, eða skilu, ef að kallmaður segir eitthvað, það getur rifið konun úr stöði ef þú segir ekki réttu setninguna. Alveg. En ef að kona segir eitthvað við þig, skilur þú... Það er kannski hún fara að kalla mig eitthvað svona, þú veist, hvað ert að gera þarna sköll átti trúðurinn? Og ég kannski dettur úr stöði og segir bara, hvað kallaði hennum? Já, einmitt. Sköll átti trúður. Já, bara, nei, hérna maður segja, prófum eitt strák. Já. Atli. Er það stórleikarinn Atli Þór? Já, það er hann. Sæll og blessaður Öddi hérna. Sælur. Hvað segir þú, Sveppi Kröll hérna? Nei, hvað segir þú? Hérna þú ert að stunda kynlíf, talar þú dónalega? Já. Í alvörinni? Já. Er þú einn af þeim, eða? Já, en alltaf á útlensku, þannig að það skiljist ekki hvað ég er að segja, sko. En eru meiri líkur að þú gerir það heldur en makiðinn? Já, hún talar valla íslensku. Ok, þannig að þú talar dónalega í rúminu, Atli? Já, en það veit það bara enginn nema ég, sko. Þegar ég er að tala þýsku þá hljómar eins og ég sé að blóta, sko. En ef ég er að tala spænsku þá er þetta hljómar eins og ég sé að bara fara með fallegt hljóð, sko. Býttu, hvers lenska kona þinn þá eiginlega? Ég get ekki gefið það upp. Það er ekki búið að ganga frá Patreon. Hörðu, þáttu ekki að trufla þig? Jói gerir þetta hlýna, með vil ég spyrja hann? Já, hann er svona fjölskyldumaður. Gáta með hann. Já, hérna, býttu. Jói, Hæ? það er ekki hægt að tala við Atla, sko. Nei. Nú ert þú svona fjölskyldumaður eins og ég. Já. Og það dettur nú inn að við verðum heppnir á kvöldin. Já, kemur fyrir. Já, þú þá eitthvað að tala dónalega? Við hvern? Hvern? Nú við konuna hérna. Já, ég þori það ekki. Nei. Ég segi bara ligg kyrr. En þér væri alveg sama þótt að hún myndi tala dónalega við þig? Já, ég var ekki í það. Gerur hún það? Nei. En þú myndir ekki, það er nefnilega málið, á afti en þá myndir maður ekki þóra því, sko. Nei. Maður tæki ekki sjensinn.
Nei. Takk fyrir þetta, Hólmur. Ok, bye. Sko, við erum aldrei að fara að fá einhver alvarleg svör hérna, sko. Nei, það náttúrulega þegar maður hringir í bjána, sko, þá fær maður bjánalega svör. Það rétt, en ég held þetta sé svona... Já, ég held að þetta feimnismál, það erfitt að ræða þetta og þeir sem í þessu, þeir ekkert að fara að segja hér hvort þeir. Nei, það enginn að segja, já, ég tala mjög dónalega þegar ég rúmið, sko. Það enginn að fara að opna sig með þetta, sko. Ég læt hann heyra það. Já, alveg svoleiðis, sko. Þetta er áhugavert. Já, það gerir þú það. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Það heitir Can't Hold Us með Macklemore. En það búið að vera vinsælasta lagið á Íslandi í eitthvað tíma núna. Og hvað var hann að syngjum? Ég skildi ekki bara ég sem fílaði. Hvað var hann að syngjum? Like the ceiling can't hold. Bara eitthvað jam og stemming, heyrist mér. Já, ok. Hann talaði svo hratt þarna fyrst. Já, maður heyrir í rauninni ekkert kann að segja what it is, and it is what it isn't. Þetta eitthvað sem og svo eitthvað sem ekki. Já, þannig að það eiginlega basically skiptir engu raskat máli hvað hann er að syngjum. Þetta er bara eitthvað svona Appala kilimahola Kessala kunimanola Guess it's a go back You know this a morning And the keep it forever Hoppala milingalhola Verður þú þegar þú heyrir lag að heyra hvað hann segir? Já, mér finnst nú að skipta máli svona textin, sko. Hvað hann að tala hérna í Mossa, I see you sink mati sem var upp á slagið þitt. Það var ekki upp á slagið. Jó, dýrka það. Aldrei. Þú varst alltaf að tala um hvað þið finnst þetta flott lag. Nei, Mossa, sí og Gencinata. Já. Þarna Mossa, sí og Gencinata. Það er bara eitthvað portugalskt rusl. Þú skildur eitthvað hann var að segja? Nei, ég er bara svona að velta þessu fyrir mér, sko. Já. En þetta endar, við getum verið að fara að hendi eitthvað nýtt lag sem er svona rap. Já, þetta er eitthvað voða. Það er og það sem er ekki. Já, það er svo erfitt að syngja þetta. Já, ég veit, það er ekki hægt. Man tala svo gríðalega hrætt. Já, en það verður náttúrulega töff fyrir Viki, sko. Já, þetta er að verða þetta heitasti rapparinn í bransanum í dag, Macklemore. Hvað heitir gæinn sem er að koma á Keflavík festivalið? Gæinn, það er hellingu, þetta er ekki einhver einn gaur með tónleika í 4 daga fýbliðið, sko. Það er hellingur af tónlistamönnum að koma. Hvað heitir gaurinn sem er að koma á Keflavík Music Festival? Nei, það er einhver eitt sem er, já, þetta er rosa flott og alltaf, ég veit það, en það er einhver eitt sem er svona heitastur. Já, sem ég er spenntastur fyrir persónulega er Rudimental. Já, Rudimental. Það er hljómsveit, já, ok. Hvaða lag hefur hann gert eða þau? Nú, uppáhaldslægið mitt á stöðinni til dæmis núna. Krakkarnir í Rudimental. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you love me. Já. Ég er alltaf svo hræddur við að sjá svona gæja, eða bönd. Nú, okkur? Af því að þeir eiga eitthvað eitt gott lag og þá er það gaman og svo líður 4 tímar og maður er bara, það ekki neitt. Svo líka með not giving in. Þetta er eiginlega bara heitasta bandi í dag. Bara í heiminum, sko. En svona dansband. Já, svona pop. Já, stendur maður bara. Ég er svo hræddur við að fara á tónleika. Ég meina, stendur, já. Á hverju talar við mig svo eins og það er aldrei farið á tónleika? Stendur maður, já. Þetta er bara eins og að fara á þjóðhátíð. Nefn að þú situr ekki þannig. Já, á þjóðhátíð, þá getur þú lappa bara í burtu og fengið lunda í hvítu tjaldi. Já, jú, þarna, þetta er festival út allt. Já. En hvað heitir gæðin sem er að fara hann í höllina? Hann heitir Frank Ocean. Frank Ocean. Já, og það er heitast tónlistamæður heims líka í dag. Það er allt að gerast í Íslandi, maður. Við erum að rísa upp úr lægðinni sem við erum búin að vera, maður. Já, og sér það bara góðar byrjað aftur, kakkan minn. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabót. Svo er það sturla staðreyndir, talaði við símtal og hringt í stegagang, hringt í blokk. Já, hringt í blokk. Ekki snerta takkan á útvarpinu, þá kem ég trilltur. Kýlur þið þá? Á kýljum, ef þið skiptir stöð, þá kýl ég mig. Ísland mætir Slóveníu í undankeppni HM karlalandsliða á Laugardalsvelli á föstudag klukkan 19. Tryggðu þér miða tímalega á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar í topparáttunni í riðlinum. Allir á völlin. KSI. Þau eru ljúffeng og svalandi júnítilboðin í 10.11. Coffee Pops á 179 krónur. Lion Bar Extra á 149 krónur. Egils Orka á 99 krónur. Kleinurringur á 99 krónur. 10.11. Fljótlegt og þægilegt. Nú aðeins 2 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is.
sigursælasta félag enska boltans. Nýir þættir með Gumma Ben alla daga vikunar sem gallharðir aðdáendur enska boltans ættu ekki að láta framhjá sér fara. Heil vika til einhvern nýkrindum meisturum og spurningaþátturinn Manstu í vikulokin. Manchester United vika, Stöð 2 Sport 2, enski boltinn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Getur þú sagt mér og hlustendum, Sveppi, hvað við vorum að hlusta á? Var þetta ekki hún vinkona okkar? Hvað heitir hún? Hún heitir Alicia Key. Nei, Alicia Key, bara já, lykillinn sjálfur. Alicia, lykill. Nei, þetta var ekki Alicia Keys. Hver þetta? Það var Rihanna. Rihanna, maður? Já. Það var hún, þetta var svona huggulegt. Ég held hún væri svona poppari. Þetta er mjög gott lag, sko. Veistu hvað heitir? Nei. Nei, þetta er Stay. Stay, maður, við hefum heyrt þetta áður. Já, rétt yfir. Oft og mörgursum. Þetta er ágætið svona, maður finna að maður verður allir svona mjúkur. Já, þetta er gott, mjög gott lag. Hún er hellingagóðu lög. Já, ég á ekki diskinn hérna, sko. Hæ? Ég á ekki diskinn. Nei, ekki heldur, en það er ekki mörg lög með henni. Já. En það er hins vegar komið núna að sturlum staðreyndum, kæru hlustendur. Já. Ég segi bara sæll og góðan daginn. Já, komið tími á okkar besta hér. Sturlaða staðreyndir hverjum degi. Og Sveppi klári í séð á honum. Vonandi eru þeir það líka, kæru hlustendur. Og þær eru fínar í dag. Já. Svo ég segi sjálfur frá. Stilega, ég er aldrei spenntur, sko. Maður veit ekki hvenær sturluðu staðreyndirnar eru bara búnar. Nei, ég fór einmitt að hugsa daginn. Er endalaust til að sturluðu staðreyndum? Já, þú getur alltaf ekki búið til. Þú getur alltaf svona fundið. Já, veist, það er náttúrulega til endalaust dýr. Þetta er endalaust, veist, þetta er nánast endalaust, ekki? Já, svo er alltaf verið að finna upp. Það er alltaf eitthvað nýtt og nýtt að koma í ljós. Já, einmitt. Herri, hér kemur fyrsta, ertu tilbúinn? Já. Árið 2002 voru engin miljardamæringar í Kína, þá voru að tala $1 miljard. Já. En strax 2007 voru orðnir 106. Vá. Já. Það er stjórnlega staðrind. Já, þetta er eitthvað að breytast þannig í Kína. Kínverinn er naskur, sko. Já, hann er frábær. En þeir eru svo margir, sko, þannig að það skulle bara vera 100 miljardamæringar. Það er kannski ekki svo mikið. Nei, það er mér sér bara mjög lítið. Það er náttúrulega verið bullandi kommunismi þarna. Já, ok. Þannig að við fyrir bara í næstu snáður og fólk bara eitthvað gangið þarna. Blóðið í humar er blátt. Já, er það? Já. Þetta veistur ekki? Sæl. Þú ert alltaf að læra hérna, kallið minn. Já. Erum við blátt blóð? Þannig að það má segja að humarinn sé Chelsea aðdáandi. Já. Bara... Hann er með blátt í blóðinu. Já. Svo kemur næsta. Þú eyðir ári af æviðinni í að leita að hlutum. Já. Ég er alltaf að lesa eitthvað svona rugl. Ég er alltaf að lesa eitthvað sturlaða staðreyndir hvað þú sért að eyða miklu tíma í hitt og þetta. Já. Það fer ára af æviðinni í að leita eitthvað hlutum. 3 ári að bíða og 12 ári að sofa. Og bara 5 ára á klóstinu. Já. Þannig að, þú veist, það er ekkert mikið meira sem við erum að gera en að sofa, bíða, skýta og míga og leita eitthvað. Svona, bara þetta er lífið. Já, það er svolítið þannig, sko. Svona er lífið. Já, ég reyndar ekki að bíða núna eftir neinu. Nei. Nefna bara þátturinn sem búinn, skilur. Já, bara þú sett fara heim og vinnunni. Ég er samt ekkert eitthvað að bíða eftir því. Nei, mér líður vel hérna í mómentinu. Ég er ekki að leita neinu. Núna, nei. En ég myndi halda að ég myndi eyðurlega svona 3 árum í að leita hlutum. Ég er alltaf að leita eitthvað drasl. Alltaf að týna einhverju? Já, eða veist ég týna aldrei. Þú líka átt að til að týna sjálfu þér? Já, fyrir utan það, sko. En ég er mjög fljótur að finna mig. Já, mér hendar. En ég gleym alltaf hvar ég set hlutina, þannig að ég er ofta að leita þeim, sko. Já. Það er bara ekkert svo margt sem ég er að leita að. Veistu að það er bara minn galli og ég er bara búin að sætta mig við hann. Glæsilegt. Það er bara ég, þannig er ég. Já, við erum að gera þetta að þú ert búin að viðurkenna. Já. Svo kemur hér, ef að Barbie væri alvöru manneskja, gæti hún ekki eignast börn né labbað upprétt. Þannig hönnuð bara... Já, hún meikar engan sens. Nei. Vaxtalega séð. Nei. Hún bara allt og grönn og með, veist, stóru brjóst og allt og langan háls og eitthvað. Já, hún er líka með allt og langan lappi, sko. Já, og svo veist,
Ég veit ekki, það svo til fólk sem að vil líkjast eftir þessu. Hefur þér ekkert maður fundist Barbie sexy, eða? Nei, ég átti svona stóran og feitan bamsa sem mér langaði að líkjast. Mér fannst það svo krútlegur. Ég veit, þetta bara eins og að segja, skilur, þú veist, ok, Barbie, þetta eitthvað svona, má ekki að því hún ljósar með stór brjóst. Það náttúrulega allt vitlaust yfir þessu líka, sko. Þetta skulle vera svona eitthvað staðalímynd. Já, eitthvað svona. Það er líka alveg að koma með stærn, sko, bánsar, ef að þeir væru lifandi, þá getur ekki staðið. Þeir eru með svo litla lappir að þungan hausi eitthvað. Mútið það farið. Svo kemur næsta, þú getur farið til helvítis. Já, ok. Það bæri Michigan sem heitir Hell. Hell? Hver skýrir bæ sem Hell eða helvíti? Já. Það alveg hrikalega dapurt. Já. Hvar býrðu? Í helvíti? Já, en eins og okkur... Þetta einhver að reyna að vera fyndin eða ég nægir sig ekki, sko. Myndirðu vilja búa í helvíti? Myndirðu vilja að bærið þinn héti það? Já, mér það flipa. Já, ég veit það. Ég meina, okkur skýrir bæi en Saurbær. Saur er bara skítur. Er Saurbær eitthvað staðar? Já, Íslandi. Já. Nokkri, sko. Saurbær? Já, ok. Já, strax skárinn helvíti, sant? Já, ég myndi frekar vilja búa í helvíti heldur en í Saur. Já, ok. Þá er að næsta aðeins 2% af heiminum eru náttúrulega, aðeins 2% af heiminum eru með náttúrulegt rautt hár. Eða náttúrulega rauðhærið. Já. Það er mjög sjálfgeft. Skrítið að maður skulle þekkja þá 2, Ásgeir og Simma. Já, þeir eru uník. Já, það eru mjög sjálfgefur. Svo er hér, maðurinn þetta er smá kaldan í þessu. Maðurinn sem var með lengsta skegg heims steig óvart á það, hálsbröð sig og lést. Nei. Jú, það er þetta ofan. Skjaftaði maður. Nei, þetta er samt satt, sko, þetta er stjörnustarind. Steig á skeggið? Já, og hálsbröðnaði og lést samstundis. En hérna, þetta er svona eins og ef þú ert í of víð, þetta er bara eins og að vera með, ef þú ert að labba og ekki með reimaða skó og stígur á reimina, það er óslega óþægilegt, þá reimur þú skóna. Já. Ef þú ert í of síðum buxum og stígur á skálmatar, þá brettur upp á þér. En þessi maður var að setja heimsmynd, sko. Já, ég veit það. Já, en akkur er hann þá með skeggið bara flaksandi í fótunum á sér? Akkur er vafðan því ekki utan hausinn á sér, svo hann geti kannski gengið? Já, náttúrulega... Eitthvað að labba bara, ég held að stíga á þetta, ég held að þetta sítt maður. Nei, í staðan fyrir að vefja þessu utanum sér maður. En náttúrulega, hann hefði betur gert það, því hann er dáin greið. Einmitt, ekkert greið, þetta er bara, veist... Já, hann steig á skeggið sitt, hálsbrotnaði á dó. Svo er það næsta, þú sefur mun betur ef þú borðar rétt fyrir svefnin. Það er náttúrulega alltaf, allir engaþjálfar að segja og er alls ekki að borða fyrir svefn. Þessi er svo óholt. En það er vist mjög gott fyrir svefnin sjálfan að borða. Þú sefur betur og hámar eitthvað í þig. En hvernig veistu hvort þú hefur sofið betur? Þú finnur það bara daginn eftir, ekki? Finnur ekki ef þú sofið illa eða sofið vel, eða? Finnur enga mun að þér, eða? Já, ég meina, ef ég sef í 8 tíma, 2 dagir röð, er ég þá að sofa jafnvel báðar næturnar? Ég veit ekki, frefti hvernig þú sefur. Bara líðið vel í svefninum. Veist ekki hvað er að sofa illa eða? Hefur aldrei vaknað bara, ég svaf ekki nóg vel í nótt. Jú. Já. Er það þá því að ég fekk mér ekki að éta? Ég veit það ekki, kannski þú hefði bara sofið betur. Þá hljótaði sér engaþjálfur að sofa illa allar nætur. Já, þegar þú segir það. Andra Sönd var bannar á sínum tími í Finnlandi því hann er ekki í buxum. Já, ég vissi þetta. Já, sturlu staðrind, ég var þetta búin að heyra á náður. Og svo er það síðasta. Endur er heldur, já, þetta er asnanett, sko. Já, ég meina bannana, það er ekki svona að vera á titlingum. Nei, menn, akkur er þá ekki Grettir bannaður, hann er líka allsber. Já, fyrir utan það. Það er með Finna. Manstu við vorum í Finnlandi, þetta eru stór förðulegir. Já, þeir eru samt ótrúlega líkir okkur, sko. Spila dauðarokk bara alls þar. Já. Þungarokk er ennþá mjög vinsælt í Finnlandi. Manstu við fórum á kósi út að borða. Já. Fórum hérna bara, báðum með flottasta veitingastæðina það. Settumst á svona kósi stað og þá var bara Now that the world is through with me. Bara vonni metalíku í gangi. Þeir eru ennþá bara í dauðarokkinu. Já, það er eitthvað rétt, sko. Svo er það síðasta sturlastaðurinn dagsins. Kynfæri minnka með aldrinum. Shit. Sturlastaðurinn. Takk fyrir að skemma fyrir mig daginn, Kámi. Þetta var sturlastaðurinn dagsins. Takk fyrir að semja þessa. Ég var ekki svo svarið, ég var ekki að semja þetta. Takk fyrir að semja þessa. Hvað hefur eitthvað tekið eftir því svona með aldrinum með það? Nei, ég er bara ágjör á framtíðin. Hvaða styrlastaðurinn stóð upp úr í dag? Þessi sem steg á skeggi á sér og dó. Já, það var eitthvað svona steikt við það.
Ekkert steikt, sko, hann bara fyrir töðar á mig svo gæði. Já, hann fyrir töðar á Sebba. Það var beðið Moskalag hér áðan með Justin Timberlake sem heitir Mirrors. Ég ætla ekki að spila það, en ég ætla að setja þetta hér á í staðinn. Viltu hjálpa öðrum að öðlast betra og heilbrigðara líf? Ertu kannski efni í þjálfara? Einkaþjálfara eða styrktarþjálfara? Kynntu þér Íþróttaakademíu Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Vissu þið að með smá lánum Kredja lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í júní. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttalykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þið þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inni á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og það komið á dagskráralið sem hefur heldur betur slegið í gegn. Hann heitir Hringt í blokk. Hringt í blokk? Já, við erum búin að breyta þetta. Hér paranoia nágranninn en það bara, hann ekkert alltaf paranoiar. Nei, hann getur alveg farið úr einu í annað, sko. Já, við lentum í veislu í þessu síðast. Þá fengum við hérna konu sem var bara ekkert alveg að tengja... við hvað ég var að segja. Nei, nú maður bjóst við hún væri frá annari plánetu. Já, það vært að mjög grilla allt saman, þannig að maður veit aldrei í hverju maður lendir. Nei. Og það svo fallegt og gaman. Það skemmtilegt. Hérna, hvort viltu að ég byrja að þú byrjar? Og fyrir ykkur sem að hlusta á þetta í fyrsta sinn, þá hringjum við í stegagang hér í bæ og látum eins og við séum að nýfluttir inn í blokkina. Við erum svona að ræða við nágrannan og annað. Já, svona búa til slúður og vera með vesen, sko. Já. Það mjög skemmtilegt. Ég skal bara prófa að byrja. Viltu byrja þetta? Já. Ok, herru, hérna ég búin að finna fínasta stegagang. Viltu tala við konu eða karl? Já, mér finnst alltaf gaman að tala við konu, sko. Það svolítið mikið á útlendingum hérna. Já, hringdi í útlendinga, það líka alltaf leið. Já, halló. Já. Já, ég heiti Pétur og er að flytja hérna í stegagangin hérna í númer 8. Já. Hver með grillið hérna niður í Andri? Grill? Já. Ég veit ekki. Nei, í hvað íbúð ertu að flytja? Ég hérna ég á annari hæðinni. Já, það fyrir? Nei, ég var nú bara aðtók hvort ég get ekki nota það, sko. Ég held kannski að þú ættir þetta, sko. Já, meina það? Já. Ég get ekki gefið þér leyfi. Nei. Ég á ekki einu sinni grill sem ég get lánað þér. Nei, en þetta grill þetta niðri, sko, það nú búið að vera þarna í einhverja 4 daga, sko. Ég var nú bara að hugsa að stilla þig, sko. Já, það hlýtur að vera í lagi að grilla á því. Já, þetta eitthvað sem að húsfélagið á kannski? Nei, það finnst mér mjög ólíklegt. Þetta inn í hjólageymslu eða? Já, sko, með við hvernig síðasti húsfundur fór, þá veit ég nú ekki hvað verður þessa hjólageymslu. Nú? Bara má ekki geyma neitt annað þarna nema hjól. Ok, það var ekki talað það á seinasta fundi? Nei, ég var nefnilega með sumardekk á bílnum sem ég búin að vera með þarna í vetur, sko. Sem ég let geyma. Sem hann var með í íbúðinni og það var allt vitlaust, sko. Ég veit nú ekki hvað heitir hann hann. Þetta í stegagang, erst þú? Ég er í 8. Ég er vel 8. Já. Hann hérna, hann nú geti aldrei svona eins og það hafi fókið á hann bátur. Ég veit ekki hver eins og... Nei, ég held að hann sé hérna á eftirhæðinni, sko. Ég er bara alveg týnda hérna. Ég held að sé fyllir í þar, sko. Já, ok. Já, þau hérna... Nei, þau eru ekki alltaf á nætuvæg. Nei. Það var partíum daginn alveg fram til 11 eða eitthvað. Já, var það hjá þeim? Þá var ég aðfram komin að því að hringja á lögregluna, sko. Ok. Er þú á annari hæði, segirðu? Já. Þetta var svona pínu hávaðinn og mér finnst nú allt í lagi að fólk lyfti sér upp, sko. Já. Ok. Það stutt í það náttúrulega hlutir geta farið úrskeiðis. Já. Og hver á hann hund sem er alltaf þarna laus?
Ég hef bara ekki séð neitt hund í stigagangnum heldur. Nei, hann þarna alltaf eitthvað að væplast fyrir utan, sko. Ég bara greinilega ekki að fylgjast nógu vel með, sko. Nei. Þú mætti nú ekki á fund seinast. Jú, býttu, hann var nú bara í maí. Það var fundið núna í senastu viku í stigagangnum mínum. Nú? Já. Það það sem ég óttaði, sko, að maður sé skilin tóldi út undan, sko, af því að maður með ákveðna Ég hekk á auglýsingarna í 1,5 viku áður en að fundurinn var. Já, maður nú kannski ekki... Ég held að það hlýtur að vera á húsfélag. En hver formaður húsfélagsins? Annarkvort eða... Sko, ég nefnilega með áhyggjur á honum. Gæti verið að hann sé að brugga landa þarna uppi? Nei. Nei, það alltaf svo mikið stippa. Þú verður kannski bara að búða fund og ræða meðal nágranna. Já. Ég er ekki ánægð með hana. Hvað heitir hún sem er líka þarna? Já. Á hvað hæð er hún? Já, 3. hæð. Konan hún er blaut. Nei. Það er hún ekki. Hún er svona gardínu Hvað segirðu? Ég held hún sé svona gardínu fyllibita. Nei. Er hún ekki svona að laumast í þetta? Nei. Ég sé hana, sko, ég þurfti nú að hjálpa henni upp stiganum daginn, sko. Já, hún er orðin mikill Alzheimer sjúklingur og... Já, það er kannski það. Ég ætla að prófa að hringja henni. Gerðu það? Já, takk fyrir þetta. Hún er svo blaut. Nei, hún er ekki blaut. Hún er ekki blaut, Nei, ég hitt ekki rétt þar, sko. Nei. En ég náði að valda smá usla. Já. Hún er með áhyggjur, sko. En þú varst hann, sko, komin með hana, hún vildi allt verið að gera þessi. Já, svo fór hún aðeins að hlæja, sko, þá held ég væri búin að tapa henni. Já, en náður að vinna hann inn aftur. Ég er að spæja bara að taka sama stigagangina. Já. Halló. Komdu sæl og blessu, Sjonni heiti ég og var að flytja henni stigagangin. Já, ok. Ég ætlaði svona aðeins að hlera hér nokkra nágranna varðandi með, ég er með hund. Já, ok. Sem að hann er ekki komin í íbúðina en ég er nú farin að sakna hans. Já. Og já, mér var ráðlagt að ég ætti að tala við aðra á stigagangun svona áður en ég tækja hann að mér hérna. Mér var bannað að vera með hund. Já, en er þetta ekki svolítið svona það sem að skadar ekki það? Hann voru á móti einn maðurinn að hafa hund. Já, það er alltaf eitthvað skemmt epli í hverju stigagang. Ég veit það. Þetta er óþolandi. Ég er að segja það, hann lét nú illa í sér heyraður, ég talaði við hann um hundinn. Þekkjur eitthvað? Nei. Ég kann illa við hann. Hver er það? Það er eitthvað vitleysingur inn á stigagangun. Ég ætlaði að vera með reykvél. Ha? Eins og það sé allt innu bannað. Ég ætlaði að vera með reykvél í innflutningspartíinu. Hann stoppaði. Já, ok, á hvað hæð? Ég er á annari hæðinni. Hvar ert þú? Ég er á annari. Nó, við erum bara grannar. Þú getur hoppað yfir bara. Já, ok. Svo er ég líka, ég er með 4 fugla og 1 eðlu. Já, hann alltaf kemur einhver við hvort sem eðlu eða ekki. Keep it on the down low. Og svo er ég með eina dúfu sem að mér er alltaf þótt rosalega vænt um. Það er aldrei svið því á þér. Já, en ég er ekki búinn að segja henni, ég ætla ekki að fara að láta stigaganginn vita því. En svo bara svona okkur á mill, þá er ég líka með 4 slöngur. Já. Ég er bara með þær í baðinu. Hérna, okidoki, þannig að það er í lagi þín vegna ég fá mér a dog. Já, mín vegna. Ok, glæsilegt. En fer það í töðan í sem er snáka? Nei, ég er ekki hættu snáka. Hérna, svo ef þú hefur ekkert að gera í kvöld, þá er ég nú að spája að rífa flippan af 4. Og veist að mér að þú vilt koma að kíkja á dýrin? Nei. Okidoki, þá verð ég breytni í því. En eigðu góðan dag. Já, sömulega. Ok, takk. Þetta er góð nágranni. Hún veit ekki koma að sippa með gallinum, en ég mátti að vera með hvaða dýr sem er þarna. Já, hann var nákvæmlega saman að þú væri með hund. Já, hún sagði orðrétt, þú mátti að vera með fíl mín vegna. Já. Það er Keflavík á 50 daginn kemur. Já. Þetta var það lag. Það styttist hér í dagskráraliðin talaði við Símtal, hann er hér eftir örskamma stund. Alltaf stemming í honum, en... Alltaf gerast hérna hjá okkur. Það er nóg að vera í okkur strákun. Anskotar. Það er alltaf þannig, sko. Ég var að sjá hérna eina frétta á preppinu, sem að mér hans þannig pínu steikt. En það er hérna í Sydney, þá er kaffihús sem er að bjóða upp á frýtt kaffi fyrir kossa. Þannig að ef þú kemur og kissir starfsfólkið, þá farið frýtt kaffi. Hvernig getur svona staðgengi? Hvernig getur það? Þetta bara er einhver pervert sem á allt og mikið af pening og reynmann eða hvað er að gerast þarna? Það hlýtur nú að vera einhver gulrót þarna. Já, en ég fór svona að hugsa hvort það væri sniðugt að hopna svona kaffihús sjálfur eða myndi
Þetta kannski ekki kostandi sem sækjast eftir kannski. Það fyrir eftir því hvernig starfsfólkið lítur út. Já, líka ef ég starfsfólkið þá þurfi. Bara þú. Já, en ætlu sé að þá bara vera að kissa kallmenn og konur bæði kyn og eitthvað. Ætlu með velja? Já, þú lítur með að velja. Já, það er örugglega bæði kyn að vinna. En ég sé samt ekki gróðan í þessu. Myndirðu smetla kossi hérna á Kaffi Tár fyrir frítt kaffi? Já. Vá, rólegur. Bara æstur. Kaffi kostar? Já, 500 gall. Rúmlega, kallið mig. Já. Ég fæ mér alltaf 3-falda lattu og ég myndi fara í sleik við hvert sem er fyrir það. Alveg sama hvernig það kvikindi lítur út. Og svo ertu náttúrulega að kaupa fyrir konuna líka. Já. Þetta er 2 mínúta, þetta er 2 sleikar. Já, spáðu verður að taka þetta svona. Herri, ég ætla að fá ég að reynd 3-faldan macchiato og ástum mig hvað heldur þú? Bara latte. Já, og 1 latte. Það er bara svo beint. Búin að fara í sleik við allt starfsfólkið. Hérna, ég græði þetta frýtt. Nei, þetta lítur að vera svona að þú þarft að kaupa þá samloku. Já, þetta er eitthvað hérna, vantar eitthvað í smáletri held ég. Já, svolítið þannig lítur að vera. Svei mér. Svo líka annað, ég fekk SMS þetta frá Simma Villaðan. Hann sagði að þetta væri kjaftaði sturluðum staðröndum að kynfæri myndi ekki minnka með aldrinum. Ég veit ekki hvar hann fær þær upplýsingar því að þetta stóð inn á síðunni sem ég fæ alla mínar. Og Simmi vil einhver sérfræðingur kynfæri hér og hvort þau mingi með aldrinum með ekki? Já, kannski er hann að tala kvenkyns kynfæri. Kvenkyns kynfæri? Minka. Það er eitthvað ruglega að herra það. Hvað er þetta að byrla? Nei, ég bara... Það er brjósta bara? Brjóstökurna? Já. Brjóst er ekki kynfæri. Hvað er þetta að tala minkatisni? Jæja, sleppum mér sem fá hérna Ellie Goulding og lagið Lights. Svo er það talað yfir símtal, kæru hlustendur. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna glænýja mynd í 7T bíó, Zombies. Hörkuspennandi og alls ekki fyrir viðkvæma. Þorir þú? Bönnuð innan 12 ára. Myndin verður frumsýnd laugardaginn 8. júní. Nokkrum heppnum FM 957 hlustendum gefst tækifæri til að vera fyrstir til að sjá Zombies. Fylgstu með á FM í vikunni og við getum boðið þér að vera með þeim fyrstu til að sjá myndina. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi í Zombie Feeling. Vissu þið að með smá lánum Kredja er lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Njóttu sumarsins með Hawaiian Tropic. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það kom einhver þögdarnaðan byrst afsökunar henni en þeir að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til 6 í dag. Og það er komið að dagskrárlið sem er vikulegur hjá okkur, Svefa. Við reynum að halda honum vikulegum. Já, hann svona dettur stundum út. En hann heitir Talað yfir símtal. Já. Og hann gengur út á það, við hringjum eitthvert út í bæ og oftast í eitthvað sem er að auglýsa eftir eitthvað eða eitthvað. Hættu þessu strax og annar talar inn á símtalið. Þetta er ekki flókið. Nei, þú getur útskýrt þetta í tölvupósti til allra sem eru að hlusta. Hvort viltu vera sá sem að hringi núna og er að fíblast inn á línunni eða viltu vera sá sem er að tala við þann sem er að auglýsa eftir einhverju? Sko, ég er eiginlega til í hvað sem er. Þannig manneski er ég nú bara. Já, frábær manneski. Já, en svona þegar þú spyr mig þá er ég alveg til í bara að taka símtalið. Og þú myndir bara bulla eitthvað á milli. Ok, þannig að ég er fíblið sem er fast á línunni. Já, sem ertu að vasast. Og við náttúrulega opnum að sjálfsögðu Bændablaðið. Já, það getur enda verið mjög það. Það er oft gaman að bóndar eru eitthvað svona hressir. Já. Og svona stundum
stundum kannski ekki alveg í takti nýja tíma. Nei, þannig við skulum... Þeir gætu trúa því að það væri einhver komin inn á línuna. Nákvæmlega. En það ávist ekki geta gest. Nei, en hérna, ok, hvað er eitthvað þetta svo sérð? Viltu þá ekki fara í eitthvað sem hefur auglýs eftir eða eitthvað? Þetta er sláttuvél. Nei, þetta er... Jú, þetta er hérna. Já, þetta er eitthvað kvikindi. Já, maður sjá, tökum bara þennan hérna. Má hrinti hann. Já, ég ræði, byttum. Maður sjá, hérna, er þetta, hérna er talað í síndal, tekum við þess að þessu. Já. Halló? Halló. Já, góðan daginn, heyrðu, ég heiti Einar. Já. Ég var að pæli hérna með sláttuvélina sem þú ætti að auglýsa. Já. Er hún farin eða? Nei. Nú, ok. Þetta er hvað, 2007 eða? Já. Hvað er þetta ástinn? Hérna, hvað er þetta að láta hann að fara á? Já, Ertu hérna ástinn mín? Ha. Halló? Já. Ertu hérna ástinn? Halló? Já, halló. Já, Einar hér. Já, sælir. Það var eins og dott út eða eitthvað. Þetta er sláttuvél, 305. Já. Hvað er þetta að gera ástinn mín? Hérna, hvað er þetta að láta hann að fara á? Já, ég set á hana svona 650. Á. Ok. Hvað er þetta að gera? Sko, ég hef nú búin að vera að velta þessu fyrir mig. Hvar ertu? Ertu búin að fá eitthvað mörg tilbúð hérna? Ertu þarna? Halló? Það er svo að sé ykkur inn á línni okkur. Já, mér finnst eitthvað skrítið. Ég heyri svona eitthvað gjam. Ég er hérna. Ertu þarna ástinn? Halló? Það er svo að sé ykkur á línni, sko. Hvað ertu með þetta? Ég er þarna á Snæfellsnesi. Ég býð eftir þér. Já, þú ert út á Nesi. Já. Ég býð eftir þér. Halló, eftir mér? Ég býð eftir þér, hvað er rugglega þetta? Er þetta ekki þín megin? Nei, ég er enginn en það á mér, sko. Komdu þá bara. Halló, Júfusins anskoti. Herðu, ég ekki að hringja bara tilbaka í þig. Sko, ertu búin að fá eitthvað tilbúið í þetta? Nei, reyndar ekki, sko, neitt konkrít, það var að bjóða eitthvað skipti og eitthvað svona. Já. Ætlar að koma að vera góð við mig? Ég? Þetta er ekki á mér, sko. En það var ekki að hringja bara aftur til þín og alltaf eitthvað til fá ekki verður bara vondur. Hvað? Þú mátt alveg vera vondur við mig. Hvað er það? Það er eins og að sé einhver á línunni. Já, það er einhver á línunni. Gott að lemdu mig. Ég er upp í Borgarnesi, sko. Já, já. Gott að berja mig. Hvað djöðstónskapur er þetta? Ég segi það nú bara, það var ekki að hringja tilbaka bara alltaf hvernig fáum ekki línu fyrir okkur. Það hljóma nú eins og þetta komið þarna, ég veit ekki, hanskotin. Nei, ég ringir hérna á mér, sko. Já, ég alltaf þá... Á hverju er fólk að reyna að skipta? Já, það var einhver að bjóða með bíl í skiptum og eitthvað svona. Já, ég skilði. Keyrðu á mig. Hvað segirðu? Keyrðu á mig? Hvað er keyrðu? Þetta er alveg fyndið, sko. Hvað, er þetta einhver helviti sviplaskópur hérna? Ég veist það, ég er það átt að mikið á þessu, en ég er það... Bakkar á mig, göldurinn. Ég veist, ég spöll er þetta. Halló? Já, halló. Einar hér. Já, hörðu þetta ég. Já, sæl. Herðu, ég var... Hvað, hefur áhuga að kíkja á þetta? Klóraði mig svo kisa. Ég veit ekki sjálfur þetta. Það er eins og að dottið þarna út í smá tíma. Hörður? Já. Já, nú heyri ég betur þér. Það var eins og að koma einhverju skrunningar þarna. Það var einhverju helvit. Ertu á landlínunni eða? Nei, ég er bara í GSM síma eða. Já. Það er eitthvað djöfusins... sambandsslitt einhver. Heilu, já, þú... Gott að glefsaði mig. Glefsa... Ég er strugglega. Gott að glefsaði mig svo hundurinn sem þú ert. Hörður? Já. Ertu að tala um mig? Nei, ég er ekki að segja nei. Júfusins anskotast á mig. Það er ekki að reyna að ringja bara tilbaka og sjá hvað þið fáum ekki línu fyrir okkur. Já. Gott að kúraði mér svo kanina. Hvað segirðu? Það er ekki að ringja tilbaka bara og sjá hvað þið ná að línu fyrir okkur. Bakkaði á mig, göldurinn. Ok. Núna. Hörður? Bakkaði á mig. Ég elska svona tjennuvinn bara sveitamann sem er bara vittu sagt þetta. Svo bara ég ætla að reyna að finna línu handa okkur bara. Þetta var stutt í dag en ágætt einhvað síður. Þetta kætti mig og það er nú fyrir... Ef þetta kætti mig og þig, þá kætti þetta ykkur. Talað yfir símtal, stutt og laggott í dag.
I'm just a fool. Það svolítið þú, Sveppi. Já. Þetta bara, hún Kristín maður, það ekki að spyrja að henni. Hún búin að henda sér einhverju 50 kíló núna. Ekki 50, 20 eitthvað. Búin að grannast. Hvort sem hún grannaði feita og hún frábær. Akkurat. Það akkurat þetta. En við hér í byrjun þáttar, þá tileinkum við þættunum í dag honum Aroni Pálmarssyni, íþróttamaðurinn ársins. Já. Sem liggur núna á sjúkrahúsi. Þungt haldinn. Nýkomin úr uppskurði. Já, þetta er handboltamenn. Þessir handboltamenn. Það eitthvað hnið á honum, eitthvað þess að stríða honum. Já, allt í fokki. Hann að hlusta núna og hann í Þýskalandi. Já, og að hlusta. Hugsa. Og við föttum, hann hefur nú komið hérna reglulega til okkar sem gestur. Hann var með þess að gesta stjórnandi með mér og stóðst eins og hetja. Og við erum að spája að spila hér smá símat sem að Sveppi hefur ekki heyrt og það er nú ekkert víst allir hann úti að heyrta. Það hefur aðeins verið einu sinni spilað í þessum þætti. Og það er þegar ég fekk Aron til þess að ringja í mömmu sína og ljúga hann að vera að vera pappi. Alveg rétt. Þetta er reyndar að hann á kærustu í dag. Já. En þetta er á þeim tíma sem hann er á lausu, þessi pjakkur. Og við erum að spæða leifa bæði þér Sveppi og hlustundum hér að heyra þegar hann, Aron Pálmarsson, íþróttamaður ársins, er að ringja mömmu sinna að ljúga henni að hún sé að verða amma. Það er alltaf fyndið að ljúga móður sinni. Segja með þess á þessu. 95 blöð með ykkur á FM 957 og það er komin nettur fiðringur í mig því að ég kom með skelfilega áskorun á hérna Aron Greið. Það er símat í mömmans og fyrir ykkur sem að hlustið reglulega þá veitum við það að við hrekkjum svolítið mömmur okkar hér í þessum þætti og líka hjá gestunum sem koma. Og ég er búinn að ná að dobla Aron hérna í það að syngja mömmu sína og segi henni að hann eigi von á barni. Það er kannski ekki þú en þýsk stúlka sem þú er átt vingott með. Svona stuttu eftir að þau eru meistarar. Þetta er svo ljótt. Þetta er ljótt, sko. Ég hlakka samt pínu til. Ok, hvernig er mamma henni? Er hún hress á þig? Já, hún er hress á þig, sko, en hún verður svo... Hún er ekkert eftir að brjálast í að ég þekki henni rétt, þá verður hún bara svona... Ég vil helst ekki segja neitt. Ég hef náttúrulega aldrei sagt þetta við hann og það hefur náttúrulega aldrei gerst fyrir mig, en þetta er nýtt. Þetta er nýtt. Herru, við ætlum að prófa þetta samt. Ég ætla að hringja hérna í hana. Og þetta er þjóðveri sem ég bara fór með heim. Já, eftir urðu meistarar og segðu bara við hann og þekkir hann ekkert og eitthvað. Vertu alveg bara svona... Ok, ég þekki hann bara ekkert. Nei. Ok. En hún var með gemsanúmerið þitt. Já, ok. Heiða. Hæ, mamma mín, Aron hérna. Hæ, mamma mín, Aron, hvað segirðu? Fínt en þú? Ágætur, ég er hjá Sverri, ég símur út í bíl, svona ákveð, ég var nú eiginlega bara að hringja í þig. Já. Ég, ertu eina? Nei. Er pabbi hana hjá þér? Ok. Ég var að fá svolítið leiðilegt símtal. Frá Þýskalandi. Og? Eftir við erum meistarar. Já. Þá fór ég heim með einni stelpu og svaf hjá henni og hún er vist ólétt. Í Þýskalandi? Í Þýskalandi. Frá Köln. Eftir að þetta var Champions League, eftir að vera unnum þar. Það er það? Já. Já, ég finnst þetta náttúrulega bara kannski gleðið fréttir, sko, en... Já, mamma, þetta er bara stelpa sem ég veit ekkert hver er og hún býr í Köln, sko. Ég veit það. Ég er að bilast og stressi, sko. Ég veit það, sko. Ég finn ofta til með þér. Já, hún er bara búin að segja, skilur, alltaf eiga og bara, hún er svona, að því ég náttúrulega, hún var ekki nett í símanum, skilur. Henni finnst að, hún sagði bara, ég ætla bara eiga að, að þetta er þú. Hæ? Já, hún sagði, já, þetta hefur einhver annars á hún veit að hún fær alltaf með lögin og allt það, þannig að ætla bara að taka þetta alla leið svona svo. Er það að segja mig satt á hún? Já, heldur ég að vera að hringi og bara ljúga þér? Nei, ég bara, já. Ég er í algjöru stresskasti, sko. Hvað er hún komin langt? Þetta er náttúrulega lok mæ sem þetta gerðist. Já, hún er komin 1 mánuð. Já, hún er komin 1 mánuð, sko. Var hún bara í það testi bara núna? Hún var bara í testinu og sagðist að vera í morgun. Og hvað? Nei, ég er að ringi þig, hvað ég að gera? Mér líður Þetta er ekkert alvarlegt. Var þetta svala? Já. Nei, ég Það er það. Ég er ángriðs, mér líður svo illa núna, sko, þetta er ömulegt. Akkur kemur ekki bara til okkur? Nei, þetta er ekki það, hvað er ekki að koma á morgun, er ekki með bústaði? Jú. Já, ég er ekki þannig ömulegt, ég bara, hvað ég að gera, skilur, ég meina, hvernig hún talar og allt það, ég veit bara ekkert... Varst ekki að nota neitt, eða? Nei, þú veist hvernig það var eftir við unnum títilinu eitthvað og er maður ekkert að hugsa, já, en þetta er alveg... Þetta segir sér bara að vera að passa, þær vilja vera óleittar, sko. Já, kannski vilja það, eða þessi greinlega... Þær vilja það. Já, já, ok, en þetta er samt, þetta er ömulegt, sko. Ég hef ekki talað við henn eftir þetta var bara eitthvað svona one night stand, skilur, bara... Já.
Er hún bara alveg ákveðin ekki? Já, hún sagði bara, ég meina, þú ert bara pappi, þú ert bara að vera pappi. Hvað er hún gömul? Ég meir, og á bad fyrir, sko. Það er hún að hugsa. Já, nákvæmlega, með einhverjum öðrum þjóðurra, sko. Þú veist, einhverjum handboltamanni, sagði hún, sko. Hún vildi ekki segja... Já, það ekki. Jú. Það bara raða niður með ykkur. Já, hún vildi ekki segja mér hver það var, sko. En hún sagði að hann væri, skilur, þú veist, landsliðsmaður, sko. Ertu ekki að djókið? Ég segi nú Aron minn, þetta eru ekki veikindi eða... Ég er bara rosalega fegin að segja þá þetta frekar en eitthvað svo leið, sko. Já. Ég fikk alveg áfall, sko, þú veist, ég held bara að það væri eitthvað svo leið, sko. Já, ég skil það kannski hvernig ég byrjaði símtalið, en þetta er samt alveg... Já, þannig að ég, sko, í rauninni, ég get náttúrulega aldrei glaðst nema yfir því að horfingja og allt það, sko. Já, en svo er ekkert, mamma, ég er ekkert viss um að ég fái eitthvað að sjá barnið, skilur. Nei. Hún er bara að eldast við peninginn og henni er alveg sama út hún eigi 2 börn og... En þú ert náttúrulega ekki giftur henni. Nei. Svo ég er líka barn með henni, þetta er Auðun Blöndal. Veistu það? Er þetta ekki Aron? Jú, þetta er Aron, hann er þetta hjá mér Rauta Blöð í FM 95 Blöð. Veistu það? Hérna úti, ég rauk hérna út úr bílnum, ég stend hérna einhver staðar í okkur flatneski og þau eru öskrandi á mig, maðurinn minn og dóttir minn. Ég alveg, þetta er ekki alveg lótt, Veistu það? Jesús, nefnir, ég er svo fegin, þetta er þú og það. Varstu ekki ánægð að heyra þetta? Er ég ánægð? Jesús mér, þú veist, ég meina, svo er þetta svo blendnar tilfinningar. Já, þið langar allt og mikið að verða amma, ég heyri það, sko. Já. Þú veist þannig að, en maður segir sem minn, skilur, auðvitað er ég í sjokki af því þú ert í sjokki. Já, ég var bara alveg í mínus. Ég er ánægð með þess að það er bara, þetta er náttúrulega gleðifrétti fyrir mig. Þetta er eitt gammalt og gott hér með Aroni sem að liggur á spítala núna, greið. Já, hann er gaman að þessu örgulega. Þetta var ríkala skemmtileg símtal og... Ánægð með mömmu hans maður, létt á þeim. Já, hún var líka svo, það var svo fyndið með hana. Það er vilja þetta. Já, nei, í alvegni, það er vilja. Þetta eitt gammalt og gott og Aron, vertu snöggur að láta þig banna. 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jójó-ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Nú er aðeins 2 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Jim Beam og Reykjavík Inc. kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Landssamband íslenskra verslunarmanna. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. 95 Blö, þar sem að Danir gafu okkur 1 stig í Eurovision, við gáðum þeim 12. Þá er með þetta lag sem að fekk 12 stig frá okkur og það heitir Only Teardrops með Emily de Forest. Já, og nú er Eurovision búið. Já, þetta er eitthvað alveg ágætis lag, ég verð að gefa Duna. Minnst allt í lag.
Já, þetta bara Eurovision-lag, típist Eurovision-lag, sko. Svona með við vippan sem maður hefur heyrt þarna. Þetta hérna Reynir, hvað skal það er? Já, Eurovision sérfræðingur. Já. Það alltaf talað sömu menn þegar það kemur á Eurovision. Það annarkvort þessi Reynir eða Páll Óskar. Hann bara núna í einhverju leðurgallón í einhverjum kjallar að þangað til á næsta ári? Nei, það held ég ekki. Ég held að leiði svona alveg líf svona fyrir utan Eurovision. Það? Já, þetta er bara eins og Páll Óskar. Það er alltaf talað sömu menn þegar það kemur á Eurovision. Það er Páll Óskar og þessi Reynir. Og svo líka Simmi og Kastljósson og Logi Bergmann. Já, þeir eru svona áhuga menn, sko. Já. Þessi Reynir eru alltaf mikinn áhuga. Já, svona allt og mikinn, örgulega bara eins og ég hef allt og mikinn áhuga á Manchester United. Þetta er bara hans áhuga mál. Já. En ég held að hann sé ekkit bara leðurklæddur í kjallara þar til á næsta ári komin. Já, menn að henda bara í hann mat og svo bara, það er að koma Eurovision, náðu í Reyni. Bara eins og í Pulp Fiction, bring out the gimp. Já, hann sem poppar alltaf upp svona þegar sólinn er að hækka á lofti. Já, því að þá er Eurovision að dettinn. Já. En hann er alltaf mjög hress líka. Já, það er nú alltaf með... Með hvað? Í svona áhuga mennum Eurovision. Þeir eru alltaf alveg sjúklega resið. Eurovision gæðir alltaf. Já, svona Eurovision sérfræðingar. Já. Það var alveg sem varst að hugsa. Já. Ég er endar Eurovision sérfræðingur, sko. Spurðu mig eitthvað íslenskt Eurovision, ég veit það. Nei, alveg saman. Hverjir unnu Eurovision 1985? 85? Ári áður að við komum inn. Póla, nei, það var hérna... Bobby Sox. Bobby Sox, Svíþjóð. 86. 86? Já. Sandra Kim. Já, Selevi. Nei, Simmelevi. Já, það er eitt og annað framöndan í þettum. Ert þú Eurovision sérfræðingur? Já, ég veit rosalega mikið um Eurovision, skilu. Já. Manstu hvað lag Daniel Ágúst söng? Það sem enginn sér? Já. Það voru stíin sem enginn sá þar. Hann fekk 0 stig, þegar ekki? Valgeir Guðjónsson samtilega. Það var Valgeir, já. Hann er reyndar fýtt, sko. Mundið þú ekki það engin annar svo sem á klaganum hefði áhuga á því, en hefðu þú persónulega áhuga á því að taka þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd? Já. Ég hefði það. Og ég legg til. Ef þú fengir rétta lagið? Já, ég þarf ekki eins og rétta lagið, sko. Hvað ertu þá? Ertu að tala um myndið taka eitthvað svona krakka við, eða svona hressandi krakkalag eitthvað? Ég og Unnur Eggert getum verið alveg frábæra saman. Já. Hún sem að skottast og ég rúla og segir. Nei, ég hérna... Ef þið bóðið að syngja lag, myndir þú þykja það? Já. Í alvöru, Sveppi? Já. Nei, bara þú þetta skammar. Já, það er alltaf. Það er ég að tala um bara hérna í undakeppninni. Þú er ekki það, þú veist, þú er ágættur söngvari, en þú ert samt engin söngvari. Nei. Það varst ekki þannig, eða? Nei, ég er alveg sammálað þér í því, sko. Já. En ég, ég reyni yfirleitt alltaf að segja já þegar ég beður að syngja eitthvað drasl. Já, þá segir ég mjög oft já, sko. Og Eurovision, mér finnst það bara frábært. Já, bara heiður fyrir þig. Já, það er heiður fyrir mig, sko. En veist, ef að Of Monsters and Men eru beðin, ég myndi alltaf vonast til þess að þau myndi segja nei, sko. Já, ég sammála því. Skilur þú? Það eru sjöfnir sem að eiga ekkert. Nei, Björk. Það er byrjað þetta samt svolítið inn hjá Bretunum. Þeir eru farin að senda bara, sko, það var Blue í fyrra og svo núna var það bara... Nei, það var eitthvað Engilbert Hupperton, einhver eldgamall. Já, ok, hitti fyrra var Blue. Svo núna var Bonnie Tyler og... Já, veist. Þau eru farin að senda svona útbrunnin atrið. Já, og þau eru ekki búin að læra neitt af því að þeim gengur ekkert. Nei, þau eru alltaf í tónlistsjóni. Já, sko, það er engin áhugi fyrir Eurovision í Englandi eða Breitlandi, sko, ekki þannig, ekki eins og Íslandi. Ég held að það séu fáa þjóðir jafn veikar og við Íslendingar þegar það kemur á Eurovision, sko. Já. Svo þá er ég ekkert bara að tala um að reyna við okkar, sko. Nei. Einn og einn hommi í Evrópu sem að fílar þetta. Já, þetta er komið gott að Eurovision. Skulum fá hérna eitt hressandi sem er á síðustu metrónum að mínu mati. Herru, erum við ekki að fara í lagjuleginu heimbræðum? Það er strax eftir þetta. Oh yeah. Lucky, þeir að hlusta á FM 95 blöð. Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson, búin að vera með eitthvað síðan 4 í dag. Já, og búin að vera í því líka fantastöðu að hálfari helviti nú. Fanta 4 og eigum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim. Ég glemd að segja ráðansveppi að það stendur alltaf inn á preppinu svona hvaða dagur í dag. Og í dag er faðmaður köttdagur, eða svona today's hug your cat day. Faðmaður kött, hvað er ég spenntur? Já, þannig að ef þú átt kött þá átt að faðma hann í dag, samkvæmt í þessu. Faðmaður kött, jöfnstins fucking bullshit er það maður. Jöfnstins, anskotast kæftar. Óðar, það farið í þér hérna í lóki. Faðmaður kött, hvað fáið þið byrja á þessu maður? Hefur átt kött? Nei. Nei, ok. Faðmaður kött, veist, hver ákvað það? Bara, já, heyrðu, það er bara faðmaður kött dagur. Hvernig ætlar að faðma kött?
Hvernig? Bara liftir honum upp og faðmar hann. Já, og þá ertu búin að bjarga deginum? Nei, bara... Það var maður búin að... Já, ég veit ekki, ég skal bara henda þessu. Já, þetta er mest að djú. Það er alltaf komið að lokum hér hjá okkur Sveppa í dag. Maggi Mix var að henda þetta á Facebooki á sér. Brúnn og sætur, stelpun að fíla kallinn. Sérðu, svo að mynda á honum hérna, hann sem hann að spegla sig með reiðhjálm og trefil. Svo stendur þetta undir ef þú ert ekki að bleita þær út á þetta. Nei, hann er alveg á mörkunum. Herðu, það er komið að lokum og við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinu heim. Á, hvað ertu með handa mér nú? Ég er til í hvað sem er. Ég er með veislu, þetta er lag sem er í miklu uppáhaldi á mér og eitt af mínum uppáhalds. Auðvitað. Og þetta er nostalgíu-fílingur? Það er smá nostalgíu, sko. Og ég held að þetta sé svona lag sem að þú hefur ekki nógu oft hlustað á en myndi fíla ef þú myndir hlustað á. Oftar. Annars ætla ég að þakka kærlega fyrir daginn. Takk fyrir daginn, Sveppi. Sömuleiðis, minn. Og takk fyrir hlustununa, kæru hlustendur. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur Jón Sigfússon. Já, hann mætir á morgun. Aldrei svo vant. Ég trúi því ekki fyrir ég heyri í honum. Held ég hann sé ekki köpinn eða nei. Þannig endilega tekja á því. Takk ég vel á móti Rikka G sem er að þetta hér í stúdíóið. En við ætlum að enda þetta á laginu á leiðin heim sem heitir Yellow Let Better. Og með hljómsveit sem heitir Pearl Jam. Indislegt lag. Það er svona cozy í rigningunum þegar maður að keyra heim. Ég veit að það lítur út fyrir að vera haust en það er sumar. Við skulum bara halla okkur aftur í sætunum og hækka. Hipp og hói, þrefaldur potturinn í Víkingalottóinu stefnir í 500 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Nú aðeins 2 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Það nýjasta frá Jennifer Lopez og Pitbull, Live It Up á FM 957. FM 95 Blö, Öddi og Sveppi búnir að kveðja í dag. Klukkan er orðin 6. Komið tími á non-stop topp tónlist á FM. Ég er Yngvi Eysteins, ég ætla að fylgja þér til klukkan 9 í kvöld.